Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar og bæjarleitar sem hér eru í sali á bæjarskrifstofu Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 260. og 7. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann settan. Hér í dag á dagskrá, kannski byrjaði í upphafi að bara taka fram að þess vegna svona einhverju örðuleika í tækni hjá okkur getum ekki sent hennar fund út en hann í upptöku og verður settur inn á heimasíðuna einhver tíma núna eða fram með næstu helgi þannig að menn hafa það í huga að þetta ekki útsending en upptaka. En hér á dagskrá í dag eru fundargerðir bæjarráðs númer 606 og 607 tekna saman til atkvæðagreiðslu, hafnarstjórnar númer 217, eignaskipunar og umhverfisnefndar númer 228 og 229, íþrótta- og tómstæðanefndar númer 58, félagsmálanefndar númer 121, menningar- og nýsköpunarnefndar númer 11, safnanefndar númer 7 og 8 og svo eru hér tvö almenn mál. Það er erindisbréf hafnarstjórnar síðar umræða og reglur afnótun og opnunartíma íþróttamiðstöðinni í Breiðdal sem hafa verið samþykktar í íþrótta- og tómstæðanefndar bæjarráði og vísa þetta staðfestingar. En þá göngum dagskrá og áður við tökum að opna fyrir umræður þennan fyrsta lið sem er bæjarráðsfundargerðir 606 og 7 þá hafa þeir bæjarfulltrúar vakið athygli mína á hugsanlegu vanhæfi sínu til afgreiðslu á liðum í sittbóri fundargerðinni. Annars verður Einar Már Sigurðsson óska eftir að liður 10 fundargerð 606 verði tekin sérstaklega til afgreiðslu þar sem við ræða tengsl við kaupanda þar sem var að bjóða í íbúð. Og hins vegar í fundargerð 607 liður 2223 ársreikningar hjúkrunarheimilin okkar Hulduhlíðar og Uppsala. Ragnar Sigurðsson var ekki athygli á því að það sem hann og í félagsmálanefnd að það sem hann þó hann hafi ekki gegnt hlutverki framkvæmdastjóra allt síðasta ár þá engu að síður undirritar hann ársreikningarna sem framkvæmdastjóri óska því þetta hefur tekið sérstaklega. Við tökum þessa liði hér sérstaklega til umfjöllunar og afgreiðslu. Þannig að bæjarfulltrúar hafa það í huga. Núna ræðum við fundargerðirnar tvær að undanskildum þessum þremur liðum. En orðið laust fundargerðir bæjarráðs Eydís Ásbjörnsdóttir við biðjum gjörðu svo Eydís. Forseti, staðgengill bæjarstjóra og ágætur bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara hérna yfir nokkur atriði fundargerðum bæjarráðs númer 606 og 607. Það er liður 1.1 og 2.1 ársreikningur Fjarðabyggðar. Endurskoðandi Fjarðabyggðar Magnús Jónsson hjá KPMG mætti á þessa tvo fundi og gerir grein fyrir vinnu við ársreikning Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2008. Á næsta bæjarráðsfundi 8. apríl verður ársreikningurinn kynntur fyrir bæjarfulltrúum og hvetja bæjarfulltrúa til að mæta. Ársreikningur verður síðan lagður fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn 11. apríl næstkomandi og hann trúnaðarmál fram að þeim fundi vegna skilmála Kauphallar Íslands. Liður 1.2 sumaropnun leikskóla í Fjarðabyggð árið 2009. En vegna þeirra stöðu sem upp komin í sjávarútveginum vegna aflabresta fengum við fræðslustjóra til að koma á fund bæjarráðs og fórum við yfir sumaropnun í leikskólanum árið 2019. Og eins og við höfum áður rætt hér í bæjarstjórn og farið yfir að þá verið að skoða sumaropnunir samhliða endurskoðun fræðslu- og frístundastefnunnar. Bæjarstjóri og fræðslustjóri munu skoða málið áfram og athuga hvort að lokanir munu koma illa niður á þeim fjölskyldum sem þurfa nauðsynlega á vistum barna sinna vegna væntanlegra makrílvertíðar sem áætlar að hefjast núna miðjan júlí. Og ef svo að þá þeim farið að finna leiði til að leysa þann vanda. Liður 1.4 það beiðni samstarfið uppbyggingu á útivistarsvæði. Var lagt fram bréf Skógræktarfélags Neskaupstaðar frá 13. mars síðastliðnum. Var beiðni samstarfið uppbyggingu á útivistarsvæði á Norðfirði. En hér spennandi verkefni sem kemur af frumkvæði Skógræktarfélagsins. Hugmyndin snýr að því að
Kirkjubólstegi að það verið gert útivistarsvæði í landi þess sem yrði á sambarilegt við það svæði sem í Kjarnaskóg í Eyjafirði og margir þekkja til, og bæjarstjóri mun fylgja þessum máli eftir. Liður 1.6 Bæjarráð samþykkti tillögu menningar og nýsköpunarnefndar sem var með til afgreiðslu fyrirkomulag 17. júní þegar hátíðarhalda í Fjarðabyggð, og hátíðarhöldin munu vera með sama snið og hefur verið og munu færast á milli byggðakjarna. Og rétt að taka fram að nefndin telur rétt að í samningi bæjarins og framkvæmdaraðila hverju sinni liggi fyrir kostnaðaráætlun hátíðarinnar og greiðslur og skyldur samningsaðila séu til skilgreindir. Upplýsingafulltrúi mun fylgja þessu máli eftir. Liður 1.7 tendrun jólaljósa. Menningar og nýsköpunarnefnd var einnig með til afgreiðslu fyrirkomulag tendrun og jólaljósa 2019 í Fjarðabyggð, og nefndin samþykkti tillögu að leita verði eftir samstarfi við leik- og grunnskóla framkvæmd tendrun og jólaljósa á jólatrjánum. Einnig að fræðslustjóra og upplýsingafulltrúa yrði falið að útfæra og framkvæma tillöguna. Bæjarráð samþykkti tillögu nefndarinnar. Liður 1.9 lagt var fram bréf eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga frá 18. mars síðastliðnum, og óskað er eftir upplýsingur hvernig sveitarfélagi stendur að eftirliti og framkvæmd á fjárfestingum samkvæmt gildandi fjárhagsáætlun árið 2019 ásamt viðaukum. Og hér almennt eftirlit að ræða og Bæjarráð vísa til gerðar regluna fjárhagsáætlun sveitarfélagsins 2020 og máli fer í úrvinnslu til fjármálastjóra. Liður 1.11 fækkun opinberra starfa í Fjarðabyggð. Guðjón Hauksson, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands, kom að fund bæjarráðs að frumkvæði Fjarðabyggðar, og sú beiðni var send eftir að skýrsla ríkisstörf kom út hjá Byggðastofnun. Í henni kemur fram að störfum fækkar á einu ári 4,7%, sem með 11,5 stöðugildi í Fjarðabyggð, og fram kom að í öllum tilfellum muna mest breytingar hjá Heilbrigðisstofnun Austurlands. Og eins og áður segir fengum við forstjóra HSA til að koma og ræða þessi mál. Hann fór yfir að forsendur í skýrslunni væru ekki réttar og önnur umræða sem við komum inn á fundinum og höfum tekið áður og ætlum okkur að taka áfram. Það við heilbrigðisráðherra og þingmenn okkar að það óásættanleg mismunun sem við búum víða land, að sum hjúkrunarheimili á vegum ríkisins sé á fjárlögum og ábyrgð þeirra því tryggð, á meðan sum sveitarfélög verða að bregðast við og greiða fyrir taprekstur þeirra heimila sem þar eru. Og við þekkjum þetta mjög vel hérna í Fjarðabyggð. En það var mjög gott að fá Guðjón til að koma og fara inn á fundin og fara yfir þessi mál, og fullyrti hann að það var ekki fækkun á störfum hér í Fjarðabyggð og markmiðið væri að styrkja svæðið hér, og til að væri byrjað að stækka heilsugæsluna á Reyðarfirði til að gera hana miðlæga hér fyrir austan. Svo ætla ég að koma hérna inn á lið 2.6 uppbygging ferðamannastæði í Fjarðabyggð. Sviðsstjóri framkvæmdasviðs kom inn á fund bæjarráðs og fór yfir þær framkvæmdir sem hafa fengið opinbera styrki á síðustu misserum. Staðan á uppbyggingu ferðamannastæði í Fjarðabyggð er svo að á árinu 2019 er áætlað að vera lokið við framkvæmdir við Söxu, Hólmanes og Geithús Árgil, og framkvæmdir við Fólkvanginn í Norðfirði. Á Norðfirði hefjast nú á árinu og áætlan þeim ljúki 2020. Gæður Eydís, orðið löst. Fákvæða með östutt hljóðs hérna nokkra liði, svona bara eins og kom fram í máli formanns bæjarráðs lið 4, beiðnum samstarf uppbyggingu útivistarsvæði
svona bara til þess að svona koma bara inn á eins og hún kom inn á í henni, þarna var þessi hugmynd skógræktarfélags Neskaupstaðar að koma á fót sjálfseignarstofnun þetta verkefni. Við náttúrulega erum þar inni sem landeigendur Kirkjubólsteigar. Hann er í eigu okkar í gegnum jörðina Kirkjuból og er undanskilinn í leigunni á þeirri jörð og hefur allan skeið og skógræktarfélagið hafi fengið þessum tíma að planta þar. Ég held að sé skógræktarfélagið náttúrulega þarna að horfa til þess að þeir eru með fjármagnurvert sem kom til vegna framkvæmdana við snjóflóðavarnargarðana út í skógræktinni fyrir á þéttbýlið og vilji koma þetta að og búa til svæði sem geti þá orðið svæði fyrir allt sveitafélagi sem þetta bara hafa glæsilegt og gott út þessu svæði þannig sem allir geti sótt, þannig að það verður svolítið að sjá bæjarstjóri mun nú fylgja þessu máli eftir. Þetta er svona bara aðeins að koma taka undir það að hafa svona það er algjörlega óþolandi í þessum umræðu sem við liðum fækkun opinberra starfa að svo mismunur sem við erum búin við núna í þessu kerfi utan hjúkrunarheimilin, hvernig mismunandi rekstrar baklandi á þeim og hefur viljað sjá þá breytingu og er að umræðu hjúkrunarheimilin frekar, þannig að við ítrekkuðum það við Guðjón Hauksson að komi heilbrigðisráðherra hér, að við höfum boðin hér öst til funda og teljum mjög mikið að HSA sé þar líka einnig og það vonandi fer nú eitthvað að sjá til þess. Aðeins bara hér lið 16 sem var mál til umsagnar til laga og ráðstafna til hagkvæmrar uppbyggingar háhraðaneta. Þetta er bara umhverfis- og samgöngunefnd sendi hér til umsagnar þetta frumvarp og ég er nú ekki svo sem að sé þar umsögnar sem bæjarreitar hafa falið að gera. Því að þetta er að mörgu leyti mjög gott mál til frambúðar, þannig verður að tala að menn geti semst farið í uppbyggingu háhraðafjarskiptaneta í samstarfi við aðra. Það verður kannski eyða þeim, ég segja þeim er óviss sem verið hefur. En ég vil aðeins koma inn á vegna þess að núna vildi svo til að rétt áðan eða fyrr í dag kom mitt svar kom beiðni frá umhverfis- og samgöngu Alþingis að við værum beðin að koma á fund nefndarinnar á morgun í fyrramálið kl. 9. Þá verðum við ekki taka hann í síma en við ættum að vera með öðrum fulltrúinni. Sjálfsagt gott að nota síma eða fjarfundabúnað en það hallar svolítið á vegna þess þegar það kom með annan þarna var ekki utan að myndbúnað heldur bara símafund að það sem annar aðilinn kemur í persónu semst fulltrúar Reykjavíkurborgar voru beðnir að koma með okkur á þessum tíma og þetta er náttúrulega á engan hátt boðlegt. Hvort sem er að þú átt að koma til fundar í Reykjavík eða bara undirbúið til fundir í Reykjavík og það sé innan við sólarhringur og mér finnst það með ólíkindum að þingmenn landsbyggðarinnar sem í þessari nefnd sitja og kannski átt þessum áður hvers konar kostnaðar er við flugförgjöld hér á milli fyrir þess að mennir nú reyna að þjappa hér á heilu dagana erindum. Nú veit sann til að ég er að fara á annara vegum á morgun til fundar í Reykjavík og mun ná þetta samt svo að fresta fundinum eða fresta því að við komum inn, þannig ég mun ná þessu með því að vera lettur kl. 10 þá mun ég geta farið og það bjargast, ég vil geta fylgis eftir þetta er stór hagsmunamál fyrir okkur að geta fylgt þessar umsögn eftir þetta tengist mjög þeirri lagningu ljósmiðara sem við erum í en ég mun þá líka að gera athugasemdir við þessa boðun, þetta er ekki fyrst skipt sem við boðum með þess með það er ekkert langt sinna atvinnunum en Alþingis boðaði okkur til funda og bæjarstjóri fór hér boðun að kvöldin áður fórum morgunin með tilhefandi kostnaði við flug því að það þurfti að vera á staðnum til að fylgja eftir mjög mikið verið umsögn. Það er gott og blessa og það er mjög nauðsynlegt að geta fylgt eftir þessum umsögnum en það verður að vera eitthvað aðeins meira en þetta. Þetta er eiginlega, mér finnst svona bara veikið máls og mér finnst þetta ekki alveg bóðlegt gagnvart sveitarfélögum út á landi. Svo bara hér í lokin, ég var ekki á síðasta bæjarráðsfundi heldur varamaður minn en í samlega uppbyggingu ferðamannastaða, það er mjög mikið ekki mitt. Ég sé að það er gott að vera farið yfir þetta að við fyrir að ljúka þessum framkvæmd sem hafa verið styrktar, verið í gangi og það sé gert vel og því sé lokið og þetta fyrst. Þetta er alltaf ekki að segja. Orðið laust, Rúnar Gunnarsson bámanni, gerðu svo Rúnar. Staðgengill bæjarstjóra, forseti og gestir.
ætla nú að vera stuttorður. Sumarlokun leikskóla. Ég hefði þetta vilja sjá sumarlokunna komin aðeins lengra heldur en þetta er komið. Stytta lokunatíman eða helst að hafa þetta opið allt árið eins og við höfum lagt fram hjá Miðflokknum að leikskólarnir verði opnir allt árið. Þetta stanga svolítið á makrífvertíðina núna en spurning hvað það svo sem snertir margt fólk. Beiðni samstarf uppbyggingu. Ég er alveg svakalega hrifinn af þessu. Að Skógræktarfélagið er allir að leggja peninga í þessa uppbyggingu inn í teig sem gæti verið bara mjög spennandi. Fjarðabyggð á landið undir þetta og þau eru með töluvert af peningum sem að þau þurfa að koma fyrir. En þetta getur orðið mjög spennandi verkefni og ég hlakka til að sjá teikningarnar af þessu, fyrstu drög. Það var nú eitthvað sem ég ætlaði nú að segja hérna meira. Já, ég fór einhverjum orðum hérna endurheimtum votlendi þessum daginn. Var eiginlega ánægður með það að við skildum alltaf fara að moka ofnætti og skildi einhver alltaf að borga okkur fyrir það. En svo skilst mér það núna að við séum fara að borga þetta sjálf. Þannig að ég er alfarið á móti því. Við erum ekki að fara að setja peninga í það að moka ofan í skurði sem einhverjir aðrir hafa grafið. Þannig ég vil að það veri tekið til endurskoðunar aftur hver kostnað Fjarðabyggðar er við þetta verkefni. Takk. Það var orðið laust undir fundagerðum bæjarráðs. Ég ætla að fara hér inn á fundargáttina. Ég kannski fá að svara því hér því sem kom fram í máli húnars. Ég kannast nú ekki við sem að greiða fyrir það móka heldur hér að ræða samstarfsverkefni sem kjóma til styrkir til þess að fara í þær framkvæmdir. Varst að vitna í 5 fara hérna til þess að ég var ekki búin að opna hér minn við erum öll með gögn hér afrænt. Og í samstarfssamningi sem við gerðum á sínu tíma við Votlendissjóð þá er sem sagt tíundaða skyldur okkar og skyldur landeigenda og kostnaður vegna verkefni sem kemur frá Landgræðsla ríkisins greiðir allan þann kostnað sem fellur til verkefni, þar með talið verklega framkvæmdir, mælingar, kortælingu, skýrslugerð og fleira. Verkefni byggir á styrk frá Alcoa og Alcoa International sem er jafnframt forsenda þess. Landeigandi ber almennan kostnað hinu endurheimta landi afloknum framkvæmdum og sama hátt á öðru landi en hefur líka tekjur ef einhverjur eru. Þá ber og landeigandi allar kostnað sem ákveður að leggja í við kynningu verkefnisins. Þannig að sem við hafa þetta algjörlega á hreinu að því ég var nú formaður eignarskipis hungarsendur á þessum tíma þegar kemur inn, þá var það alveg á kláru að þarna er ekki að falla á okkur kostnað við mókun í skurði. Sá kostnað verið greiddur á Votlendissjóðnum. Við þetta lengdist bara ferðin vegna sem við vildum vera algjörlega vissum hvaða land við vildum undan skilja hvað varðar hafnarstjórn upp á framtíðarhugmyndina eins og við ræddum á sínum tíma. Eflaust er ekki komið að því að við tökum Flateyri, það land sem er næsta svona uppbygging á hafnarmannvirkjum fyrir Reyðarfirði. Ég er ekki viss við tökum það kannski á næstu árum í notkun. En upp á framtíðina að gera því að það mun bara aukast það verður mokað ofan í fleiri skurð á Íslandi og aðkoma okkar á loftslagsmálum. Og við sátum nú að ég satt fund í Reykjavík í síðustu viku með sveitarfélögunum, þar sveitarfélögin boðið til loftslagsfundar og ræddi þessi mál. Þetta er hlutur sem við auðvitað búið taka mörg skref í sem við höfum alltaf taka miklu alvarlega. Þetta verður miklu þyngra og meira. Okkur er ætlað að standast loftslagsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Við höfum skuldbundið okkur til þess og við þurfum engan samning á pappír sem við verðum að gera. Og fyrir þjóð eins og Íslendinga sem eru jafn háð náttúrunni sinni, þá er það alveg lífsnauðsynlegt. Þannig að við munum þurfa að stíga það skref eins og aðrir. Það sveitarfélag, það verður gert meðal annars með þessu, með skógrækt, með orkuskiptum og öðru slíku. Það verður stór verkefni í höfnunum okkar í framtíðinni og síðan náttúrulega bara svo breyting sem verður á samgöngutækjum.
þetta er eitt liður í því, þannig að þó svo við hefðum kannski að leggja eitthvað til, þá hefðum við kannski haft þingstar áhyggjur á því, af því að þetta er ein leið, ég veit hún umdeild þessi leið og ég veit að það er til vísindamenn sem vilja meina að hún ger ekki það sem hún gerir. Ég held að það sé vera búið, því að hún er enga síður, hún er að binda, hvað sem okkur finnst hún er að binda. Og ég las langa og mikla grein frá rannsóknum landbúnaðins frá efasemdamönnum þar. Þær efasemdir snerust aðallega hvort hann gæti verið jafn áhrifamikil með þau gert það aldrei, en enga síður væri áhrifamikil. En ég get þá svarað svona, við erum ekki að fara í beinan kostnað af því að grafa hún. Vilja fleiri kveða sér hljóðs? Einar Már, Sigurðarson, beðum orði, Gelssonar. Forseti, að fá orð aðeins vegna þess sem að forseti upplýsti hér áðanum. Ég er að vera þann dónaskap sem að ákveðið nefnd í þinginu er að sína bæjarstjórninni raun og veru með því að boða fólk til fundar með svo stuttum fyrirvarasuðu til Reykjavíkur til að gera grein fyrir sínu máli. Þá trúi ég því og treysti að forseti sem mun mæta þarna muni mótmanna þessu hressilega, því að þessi vísa er aldrei óvart kveðin að vekja athygli fólks á því að það eru örlítið mismunandi aðstæður í landi voru. Og það virðist vera að þegar að sumir eru komnir á ákveðin stað þá gleymi þeir því ótrúlega fljótt. En þess vegna þarf að rifja það reglulega upp. Aðeins varðandi síðan það sem kom hér með skurðinni eða að reyna að þurrka votlendið og tengja það síðan yfir í kolefnisjöfnun og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, þá er einnig erindi skógræktarfélagsins tengt því. Vegna þess að það er auðvitað gífurlega stórt verkefni að fara að gróðursetja skóg og koma upp útivistarsvæði þarna, mjög jákvætt, en þarna er auðvitað líka verið að bæta fyrir það sem þarf að gera við þegar að valdargarðar koma, en vonandi, og ég veit að þetta verður meira en það sem hverfur, þannig að þetta verður í plús. Við þurfum auðvitað í tengslum við þegar við erum búin að samþykja umhverfisstefnun okkar sem er svona ákveðin rammi og við fyrir svo í útfæslur, þá þurfum við auðvitað að fara að velta því fyrir okkur eins og sum sveitarfélög eru búin að gera og hefur verið nefnt hér áður, til dæmis með Kópavog sem er ákveðið að taka upp heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Auðvitað þurfum við að skoða það mjög alvarlega hvernig við mætum því að það er eitt af verkefnum okkar að vera fyrirmyndar sveitarfélag og þegar við höfum ákveðið að vera fyrirmyndar sveitarfélag þá undanskiljum við ekki neitt. Þá þurfum við líka að vera fyrirmyndar sveitarfélag í loftslagsmálum. Og það er auðvitað það sem er stóra verkefnið okkar núna. Það sem er kannski það gleðilegasta sem er að gerast í þeim efnum er það að unga fólkið er að taka fram úr fullorðna fólkinu. Og það er auðvitað góðs viti vegna þess að þeirra er framtíðin. Og þau átta sig á því að það þýðir ekkert að vera bara blaðra hlutina, þetta þarf að gera eitthvað. Og það er eitthvað sem við eigum að hlusta verulega á. Og ég trúi því að þegar við erum búin að klára umhverfisstefnuna þá förum við í næstu skref og þá sé þetta það stóra sem við þurfum að taka. Aðeins vegna fækkunar opinberra starfa, og ég var að játa það að ég var einn af þeim sem brá þegar ég las þetta í skýrslu Byggðastofnunar og eins og þetta var uppsett og það er þetta, og mér skilst að forstjóri HSA hafi gert athugasemdir við þetta vegna þess að það var skýringin var gefin svo að þetta skýrist fyrst og fremst í breytingum þar og ef það er rangt þá er þetta nauðsynlegt að það komi fram. En þetta sýnir að við þurfum auðvitað að fylgjast með þróun opinberra starfa því að við viljum ekki vera eftirbátar annarra í því að fá okkar hlutdeild í þeim störfum eins og aðrir. Þannig að við þurfum að fylgjast vel með þessu og gleyma okkur aldrei á verðinum að minna á það að við þurfum að fá okkar réttu hlutdeild í þeim efnum. Takk fyrir það Einar. Vilja fleiri kveðsljós undir fundagerðum Bæjarráðs? Svo verðist ekki verið, þá byrja sem 2 fundagerðir upp til samþykktar að undanskildum lið 10 í 606 og lið 2 og 3 í 607. Þeir sem það er samþykkjum eins og merki, það er samþykkjum með 9 atkvæðum. Þá mun ég fyrst taka fyrir lið 10 og byrja Einar Már að víkja úr sala með það. Það er semst áðurnefndur liður er þannig að það er bara kauptilboð. Það komið 2 kauptilboð í íbúð sem við höfum verið með til sölu í Nesbakka 19 í Neskálstað
og bæjarráð samþykkt á fundi sínu þannig að taka herra tilboðinu sem var í þeim anda sem verðlagning var á að töldu bæjarráð taldi ásættanlegt. Einar Már tengist fjölskylduböndi þeim sem þær keypti og kemur því ekki að afgreiðslu þessa mál svona full stigum. Vill einhver hvað þessi hljóðsum þetta? Svo verðist ekki verið beðið til samþykktar, þetta er samþykkt með 8 atkvæðum. Þá má Einar Már ganga í sal og Ragnar Sigurðsson mætir honum í dyrunum og maður segja hann að koma inn í Ragnar. Þá tökum við hér fyrir á fund, þá tökum við fyrir lið 2 og 3 undir fundargerð bæjarráðs nr. 607. Það eru ársreikningar Hulduhlíðar og ársreikningar Uppsala fyrir árið 2018. Þessir ársreikningar eru einnig líka til umræðu undir fundargerð félagsmálanefndar. En vill einhver greiða sér hljóðsum þá hér núna. Svo verðist ekki verið berað til samþykktar, þeir eru samþykktir með 8 atkvæðum. Þá má Ragnar Sigurðsson ganga í sala 9. Og þá erum við komið næst að fundargerð hafnarstjórnar númer 217. Leið og ég opna umræður hana þá óska ég að fá hver mér aðeins hljóðs þar undir, bara koma inn á 2 liði þessari fundargerð. Það er kannski fyrst og það er svo líka var til umfjöllunar hjá eignaskipunar og umhverfisnefnd. Við fengum eignaskipunar og umhverfisnefnd fekk þetta til afgreiðslu við til umfjöllunar. Þetta er skýrsla ástand Norðfjarðar ár sem var lögð fram í bæjarráði og jafnframt því að það var óskætt því að sveitarfélagið tækja þetta til umfjöllunar vegna þess að þessi skýrsla gefur af þá mynd af ástandi bleikjustofnsins í Norðfjarðará sem hefur svona frekar vinsæl bleikja á bara áratugabil. Hafði sótt með þessi veðri á síðasta árum hvað varðar fiskengd eða veita fiska. Hún er á sem er með friðunarsvæði efst þar sem rigningarsvæði er, þannig að það hefur kannski verið eitt af þessum góðu ákvörðum sem landeigendur hafa tekið á sínu tíma í fyndinni að hlífa því svæði við veiði því oft eru ár veittar alveg upp í upptök sín og þar leiðandi hefur þetta skilið. Núna þessi skýrsla var unnin af Hafrannsóknastofnun að beiðni vegagerðarinnar í tengslum við efnistöku sem var átt sér stað í ánni. Þá var vegagerðin gert að láta vinna skýrslum ástandárunar og það kemur þar ljós að það er mjög minnkandi veiði og það er mikil áhyggja tótt sem kemur fram í skýrslunni þá endurkomu sem á sér stað á seiðum aftur og veiðifélag Norðfjarðar hefur að stöður áhyggjur og hefur óskað svona eftir aðkomu sveitarfélags að því. Við svo sem tókum hana eins og ég sagði hafnarstjórn til umfjöllunar því að hún tengist henni á ósar áreinar er þetta rétt í hafnarsvæðinu og meðan eignaskipunar og umhverfisnefnd og eflaust mun formaður farið við það hjá þeirra afgreiðslu hér á eftir. En við svo sem tókum undir, við höfum verið í sambandi ég og Einar Már fyrir fundina þetta, við vorum með fund á sama tíma og komum saman það að það verið rétt að kanna áhuga á sameiginlegum opnum fundi bæði þess að nefnda hjá okkur veiðifélagsins út á Norðfirði stöðuna til þess að mynda að fá kannski svona samfélagslega vitund það að standa vörðum ána, gæta þess að fiskurinn veiðist sé ekki í netalagnir annars slíkt á leið fisksins þegar hann er á leið inn í ósana og er að bíða eftir að áin hittni og hann komist inn í ferskvatn og fá svona bara umræðum það í samfélaginu og þannig tók hafnarstjórn undir með nefnd eignaskipunar og umhverfisnefnd það að við vildum geta að koma á slíkum opnum fundi. Síðan þessu tengdi svo líka annað erindi sem var veiðar á göngusílungi sem kom frá landeiganda á Hólum sem er inn í Fannadal, leiðin í Fannadal eru Hólar einna landeigandur og þar sem leið á þá landánni var að hvetja þess að menn myndi setja friðunarsvæði í kringum ósinn þannig að fiskurinn hefði frið á vorin þegar hann er í þessum undirbúningi sínum að komast inn í ána og við tókum það að munum taka efni þess fyrir þannig að mann áskatti að hafnarstjórn kæma því að friða einhvern hluta hafnarsvæðinu fyrir því að væri verið að þá veiða með væri þá að veiða slíkan fisk bæði sílung og lax og við ætlum bara að taka það erindi fyrir þegar þessum fundi líkur og maður kannski og sjá svo hvernig þetta vinnst áfram.
Síðan bara aðeins var þetta rætt tölvöldum skemmtiferðaskipa komum, við höfum verið að vinna eins og þið þekkið í slíkum málum að höfum verið til umræðu inn í Hafnarstjórn komur skemmtiferðaskipa hvað við sjáum fyrir okkur framtíðinni. Hér var haldin opinn fundur með ferðaþjónustu aðilum, áhugamönnum núna í október síðastliðnum sem var góð mæting á heilmikil umræða. Það munu koma einhver 15 skip í sumar, 11 skip í sumar eru skráðar komur sem búið að panta og við ætlum okkur svolítið, þau eru misjafna stærð þessi skip, við erum okkur aðeins að taka þá bara skoðum hvernig það gengur og hvernig svo móttaka gengur. Við þurfum að taka, ef okkur finnst við þurfum að fara að marka okkur dýpri og meiri stefnu í skemmtiferðaskipakomum stærðira. Annað sem er líka sem okkur svona við sjáum að það er mikil eftirspurn eftir komum svo kallar Explorer skipa sem er lítil skip sem eru með landtökur ekki við hafnarsvæði heldur að fara í land á minni bátum með gesti í óbyggðum. Við höfum að því tölvar áhyggjur að því að svæðin eru misviðkvæm fyrir slíku og fyrir utan þannig að það hefur enga tekjumyndun hér í landi, hvorki fyrir hafnarsjóð sem fyrirtæki nýja fyrirtæki ferðaþjónustu öllu jöfnum. Við þurfum svolítið að horfa í það og síðan náttúrulega eins og við rættum á loftslagsmál eru líka mál sem við erum að vinna núna, loftslagsstefnu, og hún tengist náttúrulega skemmtiferðaskipa komið þannig að við tókum ágætis umræðu. Þetta komu Valgeir Ægir, atvinnu- og þróunarstjóri og Magni Þór Harðarson, formaður menningar- og nýsköpunarnefndar, þegar það er verið að vinna stefnumörkun í ferðaþjónustu inn í menningar- og nýsköpunarnefnd og fórum yfir þetta, ætlum að fara í sumarið og fá aðeins reynsluna þessu og svo horfum við til næsta haust að við séum komið með þá mótari stefni í þessu, hvað við viljum gera, hvort við viljum auka komu skemmtiferðaskipa, hvort við viljum bara standa í stað eins og við höfum svolítið gerð núna, gerum lítið, bjóða það þannig, eða bara að við horfum þá til þess að skemmtiferðaskipa komu séu bara ekki hér, sem er einn möguleik einnig. Þannig að þetta er bara umræða sem við ætlum að taka, en það var fín umræða þarna þennan fund og það niðurstöður sem þar eru. Við ætlum að horfa svolítið reynslu sumarsins og reyna svo að fara í þetta með haustinu í tengslu í tengingu við menningar- og nýsköpunarnefnd áfram. Það var ekki fleiri fundagerð Hafnarstjórnar, vilja fleiri hvað þessi ljós. Svo verðist ekki verið berin upp til samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er hér næst fundagerð Eignarskipulags- og umhverfisnefndar nr. 228 og 229 tekna saman til atkvæðagreiðslu. Vill einhver þessi hljóðs sem þær fundagerðir? Einar Már, gerðu svo vel. Forseti örfá orð hér nokkur að liði í fundagerðum Eignarskipulags- og umhverfisnefndar. Í fyrri fundargerðin, þessi 4.1 eyðing lúpínu Fjarðabyggð, það er rétt að vekja athygli á því að þarna er auðvitað mjög brýnt verkefni að ræða og það har verið settir upp nokkru tilraunarreitir hjá okkur, en það er megin áhersla raunverulega lögð á fólkvængin í Neskaupstað og Hólmaleysið að vinna þar að útrýmingunni. Við ræddum á fundi nefndarinnar ýmsar hliðar, meðal annars sinna merku frétt sem borist hefur frá Bolungarvík það að reyndar Kervill sem að þeir eru að kljást aðeins við þar, en þar ætla að gera tilraun með að fá svín til þess að aðstoða sig við útrýminguna. Við mögum að sjálfsögðu fylgjast að athygli með þeirri tilraun og hver veit hvað verður hér hjá oss þegar framlíða stundir, en engin ákvörðun var tekin slíkt í nefndinni, en ýmsar hliðar þess máls ræddar, og verður að segjast að nefndamönnum leist nokkuð vel á að gera slíka tilraunir þó að engin ákvörðun hefur verið tekin á þessu sinni. Varðandi búfjárhald og búfjár samþykkt, en eins og þið muni þá höfum við verið að endurskoða hana og raunverulega er endurskoðuna mestu lokið, en það var ákveðið að taka smá kynningu á henni áður en við gengjum endanlega frá, og núna er hún í kynningaferli hjá hagsmunaaðilum. Bæði var hún send út og vonandi náðst að senda hana til allra, en einnig hafa verið auglýsingar eins og einhverjir hafa séð það sem vakin er athygli á því að hún er í kynningu. Við erum að undirbúa endurskoðun aðskipulags sveitarfélagsins sem er með gildistíma frá 2007 til 2027. Það er þetta ýmislegt smálegt sem þarf hreinlega að skoða, og nokkur þættir sem nú þegar hafa verið ákveðnir og hugsanlega muni einhverjir bætast inn
Þið munið eftir umræðinu hér sem við ræddum varðandi til dæmis fiskeldismál og annað þess áttar, þar þurfum við að gera ákveðna breytingu og koma minnisblaðin okkar á einhvern hátt inn. Ferlið nokkuð flókið og þarf að vanda sig við undirbúning vegna þess að skipulagssjóður kemur alltaf kostnaðarhlutur með alltaf 50% kostnaðarhlutdeild í verkefninu þegar þeir hafa samþykkt hvernig að því verður staðið og það verið að vinna að greinagerðinni sem að þeir þurfa síðan að samþykja og þá mun þetta fara í gang en þetta bara í ferlum mun koma af og til þarlegandi til skoðunar í nefndinu meðan á þessu ferli stendur. Nú formaður hafnarstjórnar fór ágætlega yfir skýrsluna varðandi Norðfjarðará og ég hef þegar hitt formann veiðifélagsins þannig að þetta verður sameiginlegt verkefni. Það allir á því að halda sameiginlega fund þar sem að verður farið yfir málefni árinnar með það fyrir augum að reyna að vinna upp fiskmagn í ánni. Það aðeins villandi eins og stundum vill verða hjá okkur þegar við erum með mál sem að lifa og það kemur snertiflötur á ýmsum tegundum. Það er 5.10. Það er beiðni framlengingu og stöðulegi starfsmannabúð að Haga. Það faktist ekkert verið að biðja neina framlengingu, heldur var eingöngu verið að uppfæra minnisblaði það hvernig á að ganga frá á svæðinu þegar að vinnubúðirnir fara. Það þurfti að gera alltaf breytingar á því og það var það sem við vorum að samþykja en við höfum ekki fengið beiðni framlengingu og við vonum að, eins og við höfum kannski stundum áður, vonast til að það verði þetta sumarið sem hverfa. Við vitum ekki annað og meðan þá erum við bjartsýn það að þetta verði farið fyrir haustið. Það er fyrir einar. Ég lýsi yfir bara hér strax fyrir stuðningi við svínin. Ég tel að þetta sé áhrifaríkast aðferð. Þar á eftir koma hross. Fyrirverandi umhverfisstjóri hér, Árni heiti Steinar, hafði verið með prófað að beita á lúpínu hrossum. Það bara árangur. Ég held að svínin, mér líst mjög vel á þetta. Ég held að við getum jafnvel samþætt þetta bara öðrum liðum hjá okkur. Mötunundi, nei en ég held að þetta verður áhugavert að fylgjast með. En öllu kannski sleftu þá kannski aðeins svo sem bara minna að sérst fá kom bara öskust inn á kannski lið 9 í 229 sem er hér mikið framhaldssaga af sem þú menn hafa séðalist í fjölmiðlum. Ég var alveg komin inn á vegna fjölmiðlumfjölluna sem var í vikunni. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hefur fellt úr gildi við skil rétt að það fjalla eftir óleyfisbyggingar og ég lúgt þá þetta sé þá þessu máli sé þá komið í einhvern farveg en það til þetta var í fjölmiðlum þá var rétt að ítreka það áður að þetta verið hér til umfjöllunar áður hér inni á þessu vettvangi og ég svona fannst sérstakt framsetning fréttamanna á þessu máli í vikunni hvernig það var framsett. En við erum fleiri kveðs í hljóðs undir fundargerð Eignarskipa Söngursendar. Svo virðist ekki vera, ég ber það þá báður upp, það eru sagði þetta með nýjatkvæðum. Það var að fundargerð íþrótt tómstundunefndar, númer 58, orðið laust hana, vill einhver kveðs í hljóðs. Svo virðist ekki vera, ég ber hann upp til samþykktar, hún er samþykkt með nýjatkvæðum. Þá er að fundargerð félagsmálanefndar eins og áður kom fram, þá hefur Ragnar Sigurðsson óskað eftir að liður 1 og 2 verið teknir sérstaklega til umfjöllunar og aðgangareiðslu hér eftir þeir verið teknir hér þá eftir að við höfum tekið fundargerðina öðru leyti fyrir, vill einhver kveðs í hljóðs fundargerðina utan þessara liða. Svo verðist ekki verið þá byrja hann eftir samþykktar. Hún er samþykkt með nýjatkvæðum, þá munum við taka lið 1 og 2 fyrir sem eru ársreikningar hjúkrunarheimilina, orðið laust það, vill einhver kveðs í hljóðs. Svo verðist ekki verið, ég ber þá eftir samþykktar, þeir eru samþykktir með 8 atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð menningar og nýsköpunarnefndar númer 11, orðið lausnum hana, vill einhver kveðs í hljóðs. Svo verðist ekki verið byrjað til samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerðir safnanefndar númer 7 og 8. Orðið laust þær, óskar þetta að fá taka aðeins til málsundi þeim. Safnanefnd hefur verið núna að störfum, annars vegar höfum við verið að vinna í ýmsum
málum sem tengja söfnum okkar og þeim málum sem það er undir núna. Ásamtíðum við farið sveitafélagi allt og skoða þann húsnæðiskost safnana og söfnin okkar sem eru mörg og fjölbreytileg og við höfum mikil verðmæti og held að við höfum öll saman á þess safnendinu og hérinn líka við höfum mikil verðmæti í þessum söfnum. Sum þeirra mættu vera ennþá betur nýtt og notuð, mættu fleiri gestir sækja og það er meðal annars tilgangur safnendar er að taka utan þessi mál og fylgja því eftir og við erum að vinna að og höfum hafið undirbúninga að gerð safnastefnu sem tengjast menningarstefnunni í sveitafélaginu. Meðal annars í því höfum við hort til líka safna, við höfum líka komið og heimsótt einkasöfn eins og við gerðum á Stöðvarfirði núna í þessari ferð sem hafa heilmikið að segja hjá okkur en þó við höfum ekki beinan aðkoma því. Við fórum á 8. fundi, þá fórum við hér suður eftir, fórum við líka bókasöfn sem undir okkur heyra, bæði á Stöðvarfirði og í Breiðdal. Við skoðum safn Antons Þórs Helgasonar sem er svona einkasafn sem er, ekki segja, svona í anda smámunasafnsins í Eyjafirði og það var skemmtilegt og fengum þar túrum og síðan fórum við aðeins inn að Stöð og skoðum fornleifauppgröftinn og það er fagnaðarefni að það var úthlutaði það núna auknum fjármagni hálfins opinbera því að það er mjög merkilegur fundur sem þar er og verður mjög áhugavert að sjá það. Við svo fórum til Breiðdals og fórum í Breiðdalssetur sem Hákon Hansson stjórnarformaður Breiðdalsseturs tók á móti okkur og kynnt okkur framtíð síns setursins og það er að fæðast að það verður rannsóknarsetur háskólans í jarðvísindum og jafnframt í íslensku líka og kíktum aðeins í Borgjarnarsafni sem er í eigu Náttúrufræðistofnunar og er í samstarfi Breiðdalssetur sem er hliðina. Þannig að þetta væri ágætið en svona kannski aðeins úr lið 7 við höfum verið að fara yfir málefni miðstrætis vegna sölu á því, við munum flytja, þar hefur verið heilmikið geymt af skjölum og öðrum munum sem við nú flytja í önnur húsnæði hjá sem bæjarsjóður á til þess að geta tæmt að hús þannig að það komist í hendur nýra eiganda komist í hendur sparisjóðsins sem við skiptum við núna 1. júní stemt að jafnframt verður þar að flytja skóvinnustofuna sem er sambyggt í húsi sem er svona, hefur talið svolítið einstakt að þar geta menn gengið inn í útbyggingu þessa hús, þar var einn af eigendum miðstæðis 1 var skósmiður og þar stendur skóvinnustofan eins og hann var þegar hún hætti rekstri í 1980 og við höfum ákveðið að samnefndin hefur farið við það að við munum flytja hana niður í safnahús og setja hann upp þar að nýju og jafnframt því að það er þannig gríðarlega mikið af steinum sem er í eigu Náttúrugripasafnsins sem er geymt í miðstræti sem við munum fara með aðra geymslur en engur síður líka að finna leiði til að sína það með betri hætti. Það vorum að horfa til útisýningar eða svona, ekki segja, í svona útilistaverka eða svona einhverjum listrætni sköpun einnig þá einnig, en við þurfum að koma þeim steinum í sýningu niður frá og þeim mun aldrei komast allir inn í safnið. Það held ég sem nokkuð örugt þannig að menn er að horfa þá til hvernig maður þá koma þeim hann í kring. En þetta er svona það sem við erum við jafnframt vorum við, ég hef áður greint frá því að eins og með þekkja þá er ritun Sögu Fásfjörðar, hún stendur yfir og við erum svona að vonast til að við stefnum á því að þeirri söguritun ljúki núna árið 2019 svona seinni hluta þess að undir áramót fer svona eftir hvernig Smári Gesson hefur verið að rita þá sögu og er langt kominn í bæði myndöflun og heimildöflun. Við erum þá að horfa yfir það þetta hefur verið samstarfsverkefni við Kaupfélag Fásfjörðar og Loðnuvinnsluna sem hafa komið að þessu líka og styrkt gerð ritunar. Við erum svona vonast til að við sjáum til lands í þessari söguritun ljúki. Henni mun ljúka við sammenningu eða endanútur hennar við sammenninguna við Austurbyggð og skilst mér á söguritara sem hefur komið og kynnt okkur þetta og vonandi getum þá hort til útgáfu á árinu 2020 ef allt svona gengur eftir en það er samt fallvalt að segja fyrir hvenar söguritun líkur það þannig að við sjáum hvernig þetta mun vinnast áfram þannig að þetta er svona lítið af því sem við erum að gera en síðan er það stóra verkefni safnefndar á þessu ári er frágangur á svona stefnumótun í safnamálum og hvernig við getum gert söfnun okkar ennþá herrundur höfði má segja og jafnframt líka aukið bara
komur þar og svoleiðis, þannig að það er heilmikið verk, en þetta er skemmtileg nefnd og mikill, og í henni er mikill áhuga á þessum málum, og menn hafa unnið þetta held ég bara nokkuð svona skynsamlega og skipulega sem að fleira á svona ekki í fundargerðar safnarnefndar, eða fleiri kveðs hljóðs, svo verðist ekki verið að byrja upp til samþykktar með nýjatkvæðum. Þá erum við komið hér í liðin almenn mál. Þar eru 2 mál. Það er annars vegar erindisbréf Hafnarstjórnar. Þetta er síðari umræða. Söðmunni fór hér fram daginn fyrir umræðum erindisbréf Hafnarstjórnar sem tók breytingum í tengslum við stjórnsýslubreytingar. Það hefur ekki átt sér nein breyting á því milli umræðana núna frá því sem hafa lagt fram í fyrir umræðu. Ég ætlum ekki að fara við það breytingar, menn þekkja þær. Það hefur verið að breyta þarna í tengslum við stjórnkerfi og síðan hnykkja á öðrum atriðum. Er einhverjur sem vill beða sér ljós, svo verðist ekki verið, ég ber það til samþykktar og erindisbréf þá samþykkt hér. Síðan er hér annar liður sem er reglur afnotu utan opnatíma í íþróttamiðstöðinni Breiðdal. Þessu vísa hér frá íþrótt- og tómstundunefnd og hefur jafnframt farið fyrir bæjarráð og fengið þær samþykki. Þetta tekur að þessar reglur taka á notkun íþróttamiðstöðinni Breiðdal utan hefðbundins opnatíma sem þekkja, þá náttúrulega hefur verið þannig að fólk átt að aðganga henni takmarkaðan reyndar vegna þess að það er að vinna ýmsum tímum og sækja vinja fyrir langt að, og þannig bara búið að ganga frá umhaldin og því, þannig er ekki tekið, þannig er líka farið sérstaklega yfir að þannig er bara að ræða íþróttamiðstöðina, ekki heitapottin sem þannig við, sem er bannað að fara í utan hefðbundis og opnatíma stránglega með þess að, og síðan bara hvernig haldið á þessu er, og það er samningagerð sem það þurfa að gera, undirrita til þess að fá aðgang að íþróttamiðstöðinni. Við lengum þessi hljóð sem þessar reglur, svo verðist ekki verið íbyrðið samþykktar, það eru samþykktar með nýja atkvæði. Þá er dagskrá bæjarstjórnarfundar tæmd hér í dag. Rétt er að taka fram að minna bæjarfulltrúa að það er bæjarstjórnarfundur í næstu viku, vegna þess að aprílmánuður er svona svolítið öðruvísi í dagatalinu vegna páska og almenna frídag á 50. Þá er bæjarstjórnarfundur hér, þá verður til fyrri umræðu ársreikningur Fjarðabyggðar og stofnana og síðar umræða í byrjun maí. En þá er ekki fleiri fyrir í dag. Ég þakka bæjarfulltrúa fundarsetnum og segi fundi slítið.